Jónatan Ingi með skot og þetta endar í markinu. Jónatan Ingi Jónsson er forustinni. Hér fyrir Valsmenn að 35 mínútur eru liðnar af þessum leik. Skora hér 4. mark sitt á þessu tímabili. Hann er búinn að standa fyrir sínu svo sannarlega. Hann Jónatan Ingi Jónsson. Vel gert hjá honum. Jónatan fleiri en vel gert eins og hjá Kristinn Freyr. Hann er komin í færi, Kristinn Freyr. Hér kemur fyrsta markið hjá Tryggva Hrafni Haraldsinni á þessari leiktíð. Loksins kom það, en þetta mark býr Kristinn Freyr Sigurðsson til. Það var hann sem að vann boltann. Hefði getað skotið sjálfur, gerði ekki. Hirði boltann af Jóhanni Árna, lítur hér upp, sendir hann á Tryggva Hrafn. Það situr hann bara þarna. Jónatan Ingi og fram á hans aftan í hann Helgi Fróðar. Spurning hvað Erlendur gerir eftir þegar að færi gefst. Adam Ægir, flott sending, Tryggvi Hrafn, 3. marki, já. Aftur situr hann boltann hann undir Árna Snæ í markinu og er að fara ansi langt með að tryggja Valsmönnum stigin 3 hér. Þeir eru ekki tilbúnir að stimpla sig út í titlabaráttunni alveg strax. Það er ljóst. Tryggvi Hrafn sem að var ekki búinn að skora í deildinni á tímabilinu komið. Lukas Logi, Birgir Már komin í skotfæri, sendir hann að Patrik Pedersen. Að sjálfsögðu skorar Patrik Pedersen. Hann stendur ekki steini við steini í vörninni hjá Stjörnumönnum. Þetta er bara spurningin hvað mörkin verða mörg hjá heimamönnum sem að heldur betur settu í gírinn eftir að skoruðu fyrsta markið. Patrik Pedersen. Hér er Örvar Eggertsson, er það minnka munin? Já, það er aðeins að klóra í pakkan hér. Örvar Eggertsson minnkar munin. Skorar 3. mark sitt Stjörnubúningnum. Fínast afkvæmsta hjá honum. Daniel sem á hann að skalla, hann er ekki rámstæður, hann Örvar og öflur í úrslitum hérna. 5-0 sigur, 4-1 tap. 5. marki hér, kemur það. Já, þetta lekur í markið. Virkilega vel gert hérna hjá Gísla Langsdal. Hann yfirvegaður situr boltan hérna bara laus fram hjá Árna Snæ. Skagamaðurinn að skora hjá Skagamanninum og Gísli Langsdal